Komið sæl, ég heiti Íris Sigtryggsdóttir og með mér Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, yfirleitt kölluð Ella Sigga, en hún Vice President of Human Resources hjá Alvotech. Við ætlum að ræða saman mikilvægi mannauðsstjórnunar hjá bæði stórum og smáum fyrirtækjum og gefa stjórnendum smá innsýn í þau tækni og tól sem þau geta nýtt sér við mannauðsstjórnun. En kannski byrja á því, takk fyrir að koma Ella Sigga. Og ef þú myndir segja okkur aðeins frá bara hvaðan þú ert að koma og þinni reynslu af mannauðsstjórnun. Já, ég sem sagt búin að vera í þessum málaflokki síðan 2000, byrjun árs 2000. Ég held að ég leiðist í þetta pínulítið af tilviljun. Ég með bakgrunn í sem sagt félagsfræði og atvinnulífsfræði. Það var í rauninni ekki byrjað að kenna mannauðsstjórnun þegar ég svona fæ áhuga á þessu fagi og meiri ennþá í Háskóla Íslands. En svona hvað það? 2001 þá fer ég í endurmenntun. Þá fyrsta skipti kennt starfsmannastjórnun og þá ég byrjuð að vinna í mannauðsdeildinni hjá erfðagreiningu sem ég byrjaði árið 2000 og var þar í 14 ár. Og í rauninni bara verið í þessum málaflokki síðan, bara í gegnum alls konar. Þín ástríða liggur svolítið þarna? Já, og ég velti inn á stundum fyrir mér af hverju óskubónum ég að gera þetta. en það svolítið það. Ég hélt áfram að mennta mig á þessu sviði og bara búin að vera í þessu síðan 2000, 22 ár. Af hverju heldur áfram að gera þetta? Hvað það sem drífur þig áfram? Ég held ég sé alveg nekkóð í þessu, Já, búin að finna þig? Já, svolítið, þetta krefjandi málaflokkur og því stærri og flóknari sem fyrirtækin því meira krefjandi hann. Og ég veit það ekki, þetta þetta bæði að ég alveg vel að mér í fræðunum en ég hef líka bara tekist á við mjög erfið mál og líka mjög skemmtileg og svona krefjandi mál sem fyrirtæki vaksa, tekið þátt í að minnka þau aftur og þetta einhvern veginn svona þetta verður smátt og smátt bara svona byggst upp og reynslan kemur og ég hugsa það að fara, ég held að það hafi verið 120 starfsmenn í erfðagreiningu þegar ég byrjaði þar. Já. Við fórum upp í 700 þegar mest var, það var skorið niður, við komumst oft mjög nálagt því að ég ekki fyrir launum og alls konar hlutir og ég hugsa að það hafi verið ákveðin eldskírn. Já. Og ég einhvern veginn bara tók þátt í öllu og gerði allt vel og eins vel við gátum og bara örugglega gert fullt af mistökum en vonandi lært af þeim. Einmitt. En segðu mér, 20 ár í þessum geira, finnst þér margt hafa breyst í faginu á þessum tíma? Og kannski svona ímynd fagsins? Já, mér finnst það. Það hefur mjög margt breyst. Ég held, til dæmis hef ég verið í mannauði sem var áður Flóra, bara allan þennan tíma. Og bara fjöldin af sérfræðingum sem að vinna við þennan málaflokk hefur náttúrulega bara sprungið. Og það ýmislegt sem hefur breyst, bæði mikilvægi málaflokksins inn í fyrirtækjum. Það hefur líka orðnar ýmsar tæknibreytingar, betri kerfi. Mér finnst líka áherslan á að nota gögn til að taka ákvarðanir. Og svo bara hefur við séð bara undanfarið þau mál sem hafa verið að koma upp á vinnumarkaði, MeToo og fleira sem sýnir bara þessu hvað það mikilvægt að grípa ekki inn í allt of seint. Klárlega. Þannig að að byggja upp jákvæða fyrirtækjamenningu, byggja upp mannauðsmál sem styrkja og styðja við stefnu fyrirtækisins og í rauninni að við séum að adda value. Þetta ekki bara mannauðsstjóri sem situr inn í herbyggi og býður eftir eitthvað koma og tala skilnaðinn sinn eða eitthvað slíkt. Þetta raunverulega fræði og fag og ég sé það sérstaklega núna, ég náttúrulega mjög mikið að vinna með erlendum aðilum og erlendum stjórnendum sem koma frá Bandaríkjunum, koma frá risastórum lyfjafyrirtækjum að þau bara virkilega að kalla eftir að vera með gott partnership í mannauðsdeildinni. Já. Mjög áhugavert.
En svona fyrir þá kannski þessi minni fyrirtæki sem að við erum svolítið að stíla inn á með þessum þáttum, þar sem ekki endilega þessi sérfræði þekking sem að þú hefur, kannski ekki endilega til staðar inn í fyrirtækinu og fólk kannski þekkir ekki almennilega til hvað mannauðsstjórnun. Getur þú svona sagt okkur í eins fáum orðum og mögulegt hægt hvað mannauðsstjórnun? Sko, ég hef alltaf sagt að sko, fyrirtæki ekkert meira heldur en fólki sem í þeim starfar og það skiptir máli sama hvers konar fyrirtæki þú ert að reka, hvort það eru 50 manns, 100 manns, hvað eru það að framleiða, eru það að selja vöru, eru það að framleiða vöru, eru það að selja þjónustu, það þarf að sko stilla upp sýninni, hvað sker ykkur frá öðrum fyrirtækjum á markaði, þú veist, hvar eru þið ólík í þeirri vinnu sem þið eru að gera og hvernig ætlið að laða til ykkur og halda besta fólkinu. Og þú veist, þessa sýn þarf að búa til og það þarf að styðja við hana. Og það alveg sama hvort þið eru að reka verslun með 15 starfsmönnum eða hvort það verið að reka fyrirtæki með 700 starfsmönnum sem eru út allan heim. Starfsmaður þarf að tengja sig við fyrirtækið. Ég bara hér af því ég hérna í 9 til 5 vinnu og fer svo bara heim, geri eins lítið og ég kemst upp með eða bara ég að gera mitt besta, hvernig ráðið þið, hvernig búið þið til sem besta hóp því að þú veist, þú fara ekkert allt út úr öllum sko og hvernig umbunið þið fyrir þá sem að standa sig vel og hvernig í rauninni hrósið þið og slíkt. Og leið og sest niður og ákveður það hvernig fyrirtæki ætla ég að vera og hvernig ætla ég að skera mig úr frá öðrum fyrirtækjum á markaði sem eru í svipaðri stöðu, að setjast niður og ræða það og hvernig ætlum við svo að komast þangað. Ekki nóg bara að segja, já, þú veist, við erum best í þessu og í rauninni gera svo ekkert til þess að komast þangað. Og eru starfsmenn disposable, eru þeir bara ég er með mannsku á kassa í verslunum minni og á endanum þá skiptir engu máli hvort hún fer, ég get þjálfa mannsku upp á 2 tímum til þess að taka starfið. Þú veist, ef það það að bara halda launakostnaði niðri og ráða bara alltaf nýjasta og ódýrasta fólki, ef það businessplanið ykkar, þá spurning, sko, hvað hefur við með mannauðsstjórnun að gera, sko? En sko og ég sko bara í hjarta mínu trúi því að fyrirtækin eru aldrei meira heldur en sá hópur sem að vinna þar og ef þú heldur utan þann hóp og tekur sko bæði hrósar og verðlauna fyrir góða frammistöðu og þá ég ekki bara að tala sko hversu hratt þú vinnur á kassa eða hversu mikla sölu viðkomandi skilar eða eitthvað slíkt. Heldur líka viðhorf, hvernig fólk kemur fram, fer það above and beyond, gerir það eitthvað aukalega til þess að upplifun kunnans betri eða frammistaða fyrirtækisins verður betri og hvernig þú verðlaunar og hrósar fyrir það skiptir líka máli. En það kannski líka bara svona sífellt meira að þá vill starfsfólk mynda einhvers konar tengsl við vinnuveitarnar og finna að þau séu metin af verðleikum en eins líka kannski meta vinnuveitarnar sinn á alls konar þeim gildum sem að þau leggja fram. Já, og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að sko þú getur tengst og fyrirtækinu og þú sést stoltur af því. Já. Og í sumum fyrirtækjum erfiðara að búa til gildi og framtíðarsýn þar sem að það kannski erfitt að vera stoltur af fyrirtækinu sínu. Þú veist, við getum alveg tekið sem dæmi bara Philip Morris eða eitthvað sígarettuframleiðanda, Monsanto. Þú veist, það kannski flóknara, það þarf að fara í stærri sko samtal, meira samtal við starfsmenn, hvernig getum við verið stolt af því sem við gerum. En í öðrum fyrirtækjum þetta frekar einfalt. Ég meina, þú veist, ef við tökum til dæmis bara Landspítalann, sko, þú veist, ég meina, það ekki til mikilvægara fyrirtæki eða stofnun á Íslandi, sko. Og það auðvelt að samsama sig þeim gildum sem þar eru. Og ég held, þú veist, maður þarf að tengja við eitthvað. Þú veist, sem fyrirtæki að gera, þetta sko, fólk lítur ekki lengur á vinnuna, þetta bara vinna sem ég mæti í og klára minn dag og fer svo bara heim.
þú vilt vera stoltur að segja frá því hvar þú vinnur, hvað þú ert að gera. Þannig ég held að það sé greiðlega mikilvægt og það getur alveg átt við sko litla verslun upp á Lynghálsi eins og risastórt 1000-2000 manna fyrirtæki, sko. Algjörlega. Þú talaði líka mér fannst áhugavert að þú varst að segja auðvitað viltu laða til þín besta starfsfólkið, að það ekkert, atvinnuveitendur hafa ekkert endilega alltaf verið að hugsa þetta heldur bara, það var bara biðröð fyrir utan fólk að sækja vinnu, en nú er þetta orðið svolítið öfugsnúið að við erum að ráða fólk, ég vil taka það frá öðrum fyrirtækjum og þú þarft að vera aðlaðandi vinnustæður til þess að geta gert það. Já, og það sem að sko ég held og sérstaklega kannski yngri kynslóðina sem eru að koma inn á vinnumarkaðinn, þær vilja vinna hjá fyrirtækjum sem eru samfélagslega ábyrg, er að gera góða hluti, jafnvel sko ef þeir eru að gera eitthvað mengandi eða eitthvað slíkt að þeir séu þá að gera eitthvað til þess að bæta upp fyrir það eða lágmarka skaðann sem við erum. Þannig að sko yngri kynslóðin vill finna þetta á eigin skinni. Já. Það er ekki bara fallega stefnur og ferlar og eitthvað sem er presenterað á tyllidögum, heldur þau vilja virkilega sjá þetta og finna þetta á eigin skinni að þú veist við flokkum rusl, við gerum þetta og að það sé virkilega mikill metnaður settur í það. Já. Og ég sko bara þegar maður bara hugsa til framtíðar sko að mörg af þessum störfum sem eru til í dag þau verða kannski ekki til eftir 10 ár. Nei. Og þess vegna er líka greiðlega mikilvægt að sko ábyrgð vinnuveitanda í því að þjálfa og þróa sitt fólk þannig að það sé hafi möguleika á að ná sér í aðra vinnu. Og þú veist, ég veit þetta vissuleiti sko, þú veist, við erum að þjálfa og þróa starfsmenn til að standa sér betur inn í fyrirtækinu en þú vilt líka að starfsmennir eigi tækifæri utan þess fyrirtæki sem þú ert hjá. Já. Þannig að þú vilt að þeir hafi val, þú vilt ekki að þeir séu bara hjá þér að þeir hafa ekkert annað að fara. Nei, einmitt. Þannig, og það er bara raunveruleikinn þegar það er nóg að atvinna að fá, að þú vilt að þeir velji þig. Akkurat. Og það þarf að gera ýmislegt til þess. Bæði að velja besta fólkið, þjálfa það, þróa það, hrósa því, umbuna, þú veist, allt slíkt og það er alveg sama í hvað starða fyrirtæki þú ert. Og sérstaklega í smærri fyrirtækjum sem hafa kannski ekki mannustjóra eða einhverja svona formlega mannustdeild, að það er, sko, hver stjórnandi getur verið mannustjóri. Já. En þú þarft að vera með skýra sýn og skýra, sko, þjálfun í kringum það. Þannig að hver og einn stjórnandi getur tekið ábyrgð á þessum hlutum. Já, þannig að sé sama hversu lítið fyrirtæki í rauninni er að það sé alltaf skýr mannustefna. Já. Og fólk sé samstiga. Já. Að það er kannski 5-10 stjórnendur og ef allir er að gera þetta hver með sínu nefi, svona var þetta það sem ég var áður, þú veist, þá verður aldrei svona heildstæð sýn eða stefna eða neitt sem starfsmaður getur samsamað sig við. Já, og kannski ekki heildar fyrirtækja menning bara yfir höfuð, þá erum við öll að stefni sér ykkur áttina. Mér fannst, ég heyrði einhvern tímann, ég man ekki hvaðan það kemur, spurningin, þú veist, hvað ef ég eyði fullt af peningum í að þjálfa starfsfólkið mitt og það fer síðan og svarið að já, hvað þú gerir það ekki og þú setur eftir með það. Veist, og það er líka náttúrulega kostnaður við það að vera með kannski starfsfólk sem er ekki að þróast og læra nýja hluti að þá kemur það náttúrulega bara beint niður á fyrirtækinu og þróun þess. Já, þú vilt ekki vera með fullt fyrirtæki starfsmenn sem eru hjá þér að þeir hafa ekkert annað að fara. Akkurat. Og sko auðvitað er atvinnuleysi og ýmislegt það flöktur upp og niður en sko, ég hef alltaf litið svo að það er ábyrgð okkar að bjóða upp á þjálfun og þróun og þetta verður á endanum það verður einhver tróði og hann kokja á starfsmönnum, sko, þú veist, þú ferð á þetta námskeið og allt þetta nema að það sé eitthvað svona skylda að taka slík námskeið til þess að halda atvinnuréttindum en sko við berum líka ábyrgð, heimurinn er að breytast og störf er að breytast og ég tala ekki fyrirtæki sem er að sjálfvirknivæðast og slíkt. Hver er þeirra ábyrgð gagnvart starfsmönnum sem eru búin að vera kannski í bara manual vinnu í langa tíma og kannski í mörg ár, lojal við fyrirtæki og svo er komnar vélar eða tæki sem taka þessi störf. Þú veist, eru við að senda þessa starfsmenn út á guð og gaddinn eða eru við að velta í fyrir mér að kannski að rískilla þessa starfsmenn, bjóða upp á námskeið, bjóða upp á fræðslu, þar sem þessi starfsmenn geta velt fyrir sig hvaða möguleika þeir kannski hafa annar staðar. Akkurat.
Akkurat. Og ég tala ekki í minni byggðarlögum þar sem kannski ekki mikið úrval og slíkt, sko. Að þú veist, að svona maður taki alvarlega samfélagslegu ábyrgðina sem fyrirtækin hafa. Já, einmitt. Og þá ábyrgð sem þau bera á starfsfólkinu. Já. Bara eins og þú ert búin að vera að tala að það mannauðsstjórnin rosalega fjölbreytt fag og hlutverkið mannauðsstjórnin kemur rosalega víða við, oft mjög skemmtilegt, en líka oft mjög erfitt. Hvað myndir þú segja væri svona erfiðu málin í mannauðsstjórnin? Sko, ég held að klassíska svari sé alltaf uppsagnir. Þú veist, þegar ég tek viðtöl við stjórnendur sem eru að koma inn og ég spyr, ok, hvað er það erfiðasta sem þú staðið frammi fyrir? Ég held að nær undantekningarlaust er það uppsagnir. En þú veist, þannig að það er alltaf erfitt og það heldur ekkert að vera auðvelt. Og það komist að einhverju niðurstöðu hlutin, það gangi ekki, það niðurskurður að hvernig það er, þú veist, að vanda sig, bera virðingu fyrir fólki og allt slíkt. Það eru náttúrulega fullt af svona erfiðum starfsmannamálum sem oft kannski fengið að grassera lengi. Og það er líka mjög erfitt þegar það kemur til dæmis einelti, áreitni, eitthvað svona skrítin dýnamík sem myndast í deildum og hópum, að það er svolítið að fara inn í það og kryfja það og reyna að komast að því bara hvað, þú veist, þetta svona, þú veist, ég hef verið inn í málum þar sem að það ekkert alveg ljóst að það sé eitthvað gerandi, þú veist, það bara dýnamíkin orðin svo skrítin og það bara svona hann byrjaði, hún byrjaði eða þú veist, og það mjög erfitt að átta sig á hvaðan þetta kom og þegar þetta búið að ganga í langa tíma og aldrei neitt stigið inn í, aldrei neitt spurt þessara spurninga, að það oft mjög erfitt að greiða úr. Já. Það oft flókið samt að stíga inn í svona erfið mál, þar sem mikið tilfinningar og fólk upplifir hlutina á misjafnan hátt og svo leiðis. Hvaða ráð hefur fyrir stjórnendur varðandi þessi mál? Að fara inn í það sem skrítin dýnamík eða jafnvel einelti eða svona grín sem gæti miskilist. Á hvaða tímapunkti átt að stíga inn í? Sko, ég myndi alltaf segja eins snemma og hægt er. Leið og verður var við eitthvað, jafnvel þó hafi ekki komið formuleg kvörtun, að eitthvað í gangi að bara taka samtalið. Og bara, þú veist, stíga bara svolítið inn í og spyrja hvað í gangi hér, þú veist, hvað það sem veldur því að þessi mannski í uppnámi eða eitthvað slíkt og grafa svo svolítið inn í það. Ef að fyrirtæki ekki með mannustjóra og þú ert bara með stjórnanda og svo þetta kannski 2 mismunandi deildir og stjórnendur með mismunandi skoðanir, þú veist, að fá það bara utanaðkomandi aðila til þess að koma og hjálpa. Já, af því það alltaf í boði. Þú getur fengið ráðgjöf varðandi þessi mál og ég held að við mælum alveg með því að þegar mál orðin tilfinningaleg mál og flókin að þá gott að fá bara þriðja aðila inn sem getur gefið svona hlutlaust mat á þetta. Já, og hefur kannski tíma líka til þess að fara og setjast niður með starfsmönnum og ræða við þá. En ég myndi, sko, þú þarft samt að vera algjörlega viss þegar þú færð utanaðkomandi aðilann að þú ert tilbúin að bregðast við. Þú ert ekki bara að fá utanaðkomandi aðila til þess að taka samtölin og þú ætlar svo ekki að gera hann við niðurstöðuna. Nei. Þannig að það þýðir að þú þarf kannski mögulega að taka erfiðar ákvarðanir. Og það að fá utanaðkomandi aðila til að taka viðtöl, það kemur eitthvað niðurstaða, þetta var einelti, þetta samskiptavandi, eitthvað hvað veldur og hvað ætlar þú svo að gera? Já. Þú veist, hérna komin eitthvað skýrsla og hvað svo? Já. Þannig að, þú veist, ef þú ferð á stað og ferð utanaðkomandi aðila til þess að hjálpa þér, þá þarfst að gera eitthvað um niðurstöðuna. Og ég myndi þá frekar sleppa því að fara á stað ef þú hefur ekki hugrekki eða getu eða til þess að taka ákvörðun. Þetta getur til dæmis bara sem dæmi, þetta getur verið kannski 2 pínulitlar einingar. Það einhver friksjón á milli, stjórnendurnir eru búin að heyra söguna frá sínu teymi í sikkur lagi, þeir geta ekki átið þess að kenna og stjórnendur passa sitt teymi og eitthvað slíkt. Og það kemur utanaðkomandi aðili sem kemst að einhverju ákveðinni niðurstöðu að hérna sé komin upp vandi sem þarf að leysa úr, hvort sem það gert með samtölum eða afsökunarbeiðni eða hvort það endi með uppsögn. En þú þarft að vera alveg viss að þú ætlar að hlusta á niðurstöðuna. Já. Þannig
Þannig í rauninni líka starfsmenn sem eftir eru upplifa það að þessi mál eru tekin alvarlega. Já, akkurat. Kannski, þannig fyrir bara svolítið tilbaka í það sem varst að tala um í byrjun með bara markastefnu, að þetta hlýtur að þurfa að vera partur af því að hvernig ætla ég að bregðast við þegar uppkoma erfið mál og þarf að taka þessar erfiðu ákvarðanir, því það er alltaf hlutverk stjórnenda að taka þessar ákvarðanir sem er erfitt að taka og geta haft bara mikil áhrif á fólk innan fyrirtækisins. Já, og þetta er sko, og kannski það sem gleymist stundum á endanum er þetta ákvörðun stjórnandans. Já. Og hann verður svolítið að standa og falla með henni. Að sko, þú ert kannski að hlusta á mismunandi sjónarmið og fólk eitthvað staðar á hliðalínu og segja, nei, það er ekki hægt að gera þetta, þú veist, það er ekki hægt að segja honum með henni upp, þú veist, þau eru í fjárhagslegum vandræðum og eitthvað slíkt, sko. Að þú veist, að taka þessa ákvörðun út frá hagsmunum heildarendar. Og ég, þú veist, bara svo margoft verið með stjórnendur sem að ýta þessu frá sér. Og ég held að það sé bara sammannlegur eiginleiki að svona, þú veist, þetta hlýtur bara að settlast, þú veist. Og þú veist, þetta verður allt í lagi og eitthvað slíkt. Og ég er búin að taka samtal og ekkert breytist. Og þannig að sko, auðvitað vill maður svolítið bara ýta þessu frá sér, akkur geta allir bara verið vinir og eitthvað slíkt, en þá er það þitt hlutverk sem stjórnandi að taka ákvörðun. Og það er mjög gott að vera með einhverja mannesku innan fyrirtækisins, sem supportar og styður við. Stundum ef að fyrirtækin eru það lítil að þau eru ekki með mannesku sem sér þennan málaflokk, að vera þau með utanaðkomandi aðila sem styður við þetta. Og ég held sérstaklega að þú ert í litlum fyrirtækjum og ert að velta fyrir þér hvort þú eigir að ráða mannastjóra, að þú veist, viðkomandi verður líka að vera rétti einstaklingurinn sem heldur sér svolítið frá þú veist, vinasamböndunum, og ég kannski ekki segja vinasamböndunum, en inn í daglega þrasinu og slíkt og getur verið hlutlaust þegar það kemur að því að taka eitthvað svona ákvarðanir og styðja við það. Því þetta getur jafnvel verið bara mjög flókið hjá minni fyrirtækjum þar sem fólk er kannski nánara, þetta eru jafnvel fjölskyldumeðlimir og búið að vinna saman í áratugi og orðið svolítið náið og þjatt og þá er kannski erfitt að taka þessar stóru og þunga ákvarðanir. En þá er einmitt, og fullt af ráðgjöfum svo sem starfa við það eða ráðinn, ég held að mjög góð fjárfesting fyrir þau fyrirtæki sem eru með einhverja tugi starfsmanna allavega að ráða inn sérfræðing sem getur tekið þessi mál og verið svolítið þessi hlutleysi aðili. Já, og ég held sko, þau fyrirtæki sem eru að velta því fyrir sér, ég held að það sé líka bara mjög gott að þú veist, þarna er hjálp við að setja pólísíur, setja stefnur, ferla, reglur. Og þegar það er komið og allir stjórnendur og starfsmenn eru, ok, við vitum hvað þetta er að finna, ég veit hvað ég á að gera ef þetta kemur upp. Þú veist, bara þessi grunnvinna og ég held alveg sami í hvað fyrirtækið það er. Þú veist, þetta er svona, kannski verið mitt motto í gegnum lífið, sko, get your basics right. Þú veist, hvernig við ráðum, hvernig launasetningin er, hvernig við, þú veist, umbunum fyrir frammistöðu eða hvernig, þú veist, bara ná þessum hlutum rétt. Þá er miklu auðveldar að þjálfa stjórnendur upp í að, ok, svona gerum við þetta hér, hjá þessu fyrirtæki. Þannig að og þetta geta allir gert, líka hjá minni fyrirtækjum. Þú leggur línuna með hvernig þú ætlar að hafa þetta, ef A þá B og allir þessi hlutir séu á hreinu, sýnilegir, miðla til starfsfólksins, þannig að þau gerir sér grein fyrir því hvernig hlutin er virkað þarna. Og þannig að það er allavega svona byrjunarskrefið sem að fólk getur tekið hvaða stjórnandi sem er, þó það sé ekki starfandi mannu sérfræðingur innan fyrirtækisins. En mér langar svolítið að spyrja þig, hvað þú telur einkenna góðan svona leiðtoga? Hver er það sem hvað þarftu að hafa til að hrífa fólki með þér? Já, ég svona, þú veist, ég held að allir verða svolítið að þekkja sjálfan svo vita fyrir hvað er standa. Og það einhvern veginn að vera ekki ýtt út í eitthvað sem þú ert ekki tilbúin í eða eitthvað slíkt, sko, að þú hefur bara þín gildi á hreinu, þú veist. Það sem að, þú veist, ég stend fyrir er
þú veist, heilindi, hugrekki, hvað sem það er, að þú svolítið þekkir sjálfa þig og gerir sömu kröfu til þín og þeir sem þú gerir til starfsmannina. Já. Þannig að aldrei einhvern veginn að gera meiri kröfu til starfsmannina heldur en þú gerir til sjálfsins. Og þú veist, og ég held, þú veist, það gera allir mistök, það kemur alltaf eitthvað upp. Að stígin eða að eiga það og beðast afsökunar er svona kannski, þú veist, þau gildi sem ég horfi til. Já. Að þú veist, það fæðist engin fullkomin stjórnandi. Nei. Þú getur lært þetta í skóla, en þú lærir ekki nema að gera. Og ef þú hefur gott support frá mannustdeild eða einhverjum bara öðrum stjórnanda sem er reyndari og bara getur fengið að tala þig í gegnum þetta og þú veist, ég hef boðið stjórnandi að koma bara, þú veist, taktu þetta framistöðu samtali við mig. Þú veist, segðu mér bara hvað þú ætlar að segja við. Og þú veist, þá gef ég pointers, ég segi ok, þú veist, ég myndi orða þetta svona og svo myndi ég fylgis eftir með tölvupósti og segja bara, þetta er það sem við rættum í dag, ég vildi fylgja þið eftir til þess að hafa eitthvað dokumentara. Þú veist, eitthvað slíkt. Og veist, jafnvel sko stjórnendur sem eru búin að vera stjórnendur í eitthvað tíma, þeir eru kannski ennþá að taka mið af einhverju sem þeir gerðu fyrir 20 árum eða 15 árum. Já. Og ég hef alveg sko verið með stjórnendur sem eru frekar reyndir og hafa verið með stóra hópa sem hafa verið að segja mér, já, ég er bara rosalega góður í ráðningum, ég er svo mikill mannþekkjari. Og maður hugsa bara, já, ok, þú veist, hvernig gerur þetta, segðu mér. Og þú veist, við komum þetta fyrir gegnum þetta og ég er svona, já, þetta er bara eins og við gerðum fyrir 30 árum, sko, þú veist. Þannig að það einhvern veginn, að þó að það hafi gengið vel að ráða einhverja aðila fyrir 20 árum eða 10 árum eða eitthvað slíkt, af því að þú hittir eitthvað nýútskrifaðan og leist vel á hann og eitthvað. Það er ekki þar með sagt að, þú veist, þú getur bara ítt í burtu öllum svona, hvað ég var að segja, professional ráðningaferli. Nei, einmitt. Þú veist, þér tókst kannski að velja rétt, en hvað er að því að auglýsa og fá stærri hóp og velta fyrir sér sko hvaða þekkingu vantar menn í hópinn, hvaða styrkleika. Já. Af því að sko, við förum alltaf öll beint í að ráða spegilmyndana sjálfum okkur. En það er líka að því þú ert að tala einmitt þessa stjórnendur sem eru kannski stjórnendur í áratugi og það er svo mikilvægt, þetta er svo mannlegt hlutverk og þetta er svo breytilegt að þeir séu endalaust að þróa sig og læra nýtt og eins og þú talar að vera stuðningur við þessa stjórnendur og þeir eru að koma til þín eða þau eru að koma til þín og ræða kannski undirbúa sig fyrir samtöl og svoleiðis. Svo mikilvægt að þau séu að gera það áfram því að þú getur verið að stjórna einum hóp og fara svo að stjórna öðrum sem þarf öðruvísi svona framkomi við og öðruvísi menning í kringum. Þannig að þetta er svolítið, þú verður aldrei útskrifaður sem góður stjórnandi eða leiðtogi. Nei, og ég held sko þú þarf bara að vera endalaust tilbúin að læra og bæta þig og það er ekkert að því þú sért reyndur stjórnandi að vilja spegla eitthvað. Einmitt. Þú veist, þú þarft ekkert að vera með allt upp á 10, sko. Akkurat. Bara, ok, þú veist, þetta er að vefjast fyrir mér langar að tala með hans í gegnum þetta, fá feedback, kannski hef ég ekki neitt við þetta bæta. Og það er bara allt í lagi, sko. Þannig að, sko, bara einhvern veginn að vera ekki alveg, sko, ég er með allt upp á 10, fullkomið, ég er búin að gera þetta 1000 sinnum, ég þarf ekki að tala við þig, sko. Ég þarf ekki að leita neitt annað, af því það er alltaf gott að spegla, alveg saman hversu reynslu mikill þú ert og þú veist, og hversu lengi þú ert búin að gera og hversu margar uppsagnir eða erfið samtölu þú ert búin að taka, það er alltaf gott að spegla. Já. Þetta er bara sífelld þróun af því þetta er síbreytilegt starf og það er einmitt bara, þú veist, þetta er bæði skemmtilegt, þetta er líka erfitt og þetta er fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gerast og þetta er ofboðslega skemmtilegt en það þarf smá hugrekki og það þarf viljan til að þróast og þannig ertu líka búin að gefa okkur kannski svolítið innsýn í hlutverk mannustjórans gagnvart stjórnendum að styðja við þetta. En mér langar bara að þakka þér kærlega fyrir spjallið og gefa okkur smá innsýn inn í þetta skemmtilega starf sem að þú hefur verið að sinna mjög lengi og hefur mikla þekkingu af og vona að stjórnendur nýti sér þetta og einmitt það sem að þú varst að segja og utanaðkomandi ráðgjöf og svoleiðis að tilvalið að nota það. Svo takk fyrir okkur. Takk fyrir.